Já, góðan daginn, kæru hlustundur. Við erum mættir hér í félagsmiðstöðinni. Góða kvöldi miklu frekar. Já. Það fyrir alltaf því hvernig fólk hlustur á þetta. Já, en hjá okkur náttúrulega. Maður bara í rosalegum gýr. Já, við erum í gýr. Sko, það er tónleikavika. Já. Við komumst ekki hjá því að tala um það. Við getum reynt. Ég var að hugsa daginn að alltaf þegar við erum í þættinu alltaf eitthvað, heyrðu, Átni er að droppa plötu, heyrðu, það er að koma vínilplata, heyrðu, Átni í höllinu. Ég er alltaf bara, ég er bara búin að vera að vinna og bara, stressir í gangi, ég var bara... Þú ert í stúdíónu? Já, ég er í stúdíónu. Já, jú. Þetta geggjar þar. Já, þar er ég flottastur. Já. Best geimtur. Best geimtur í skurðið einhvers þar. Já. Í Vesturbænum. Það er rétt. Grafin. Já, þetta er mjög... Þetta er mjög streituvaldandi vika. Já. Er þetta, hvernig er þessi tilfinning, sko, það ég er mjög spenntur fyrir þessu. Já. Ég trú alveg að þetta sé stressandi. Já. En á sama tíma, hvað er ég að segja, ég get verið að fara að spila fyrir hann 20 manns og ég er að deyja úr stressi. Það skiptir engum máli hvað ég er að spila, ég er stressaður, en ég var að fara að segja, svona, samt, Máni er að sjá þetta eða skilur hvort þú getur einhvern veginn svona aðeins slakað á, en það er pottið ekki þannig. Sko, nei, ég náttúrulega er svo hands on. Já, þú ert svo handsome. Ég takk. Þó að ég sé með Mána í, hlutverkinu tónleikahaldari, þá er ég samt með svo mikið af boltum sem að ég gæti kasta bara í Mána, en ég bara, ég er bara on it. Já. Og, ég er ekkert stressaður að spila, eða sjóið verður gjörsamlega klikkað. Já. Þetta er bara, ég skal segja þér að eftir þegar við erum búin að taka upp hvað það kostar, af því það er viðbjóður. En það er allt svona sem fylgir þessu, eins og núna, það er búin að vera uppselt í 9 mánuði á kvöldkikið og síminn meðganga, síminn bara stoppar ekki af fólki sem að ég væri mjög til í að geta reddað en ég bara geta ekki. Af því að, og það bókstaflega endaði þannig áðan að ég var búin að lofa 2 miðum sem að ég var búin að gleyma og ég þurfti bara að fara á Facebook og kaupa miða til þess að láta félag mig fá. Af því það er bara, við megum ekki fá fleira fólk inn í húsið. Og svo er líka, merchið er ekki komið til landsins. Hvað kemur það? Það átt að koma í dag, vonandi kemur það á morgun, ef ekki þá hinn. Þetta er bara þarna, ég bara er. Okay, ég skil og svo ón á þetta, þá eru fjölskyldutónleikarnir sem að eru fyrir daginn, þannig að það er líka, hausverkur, það er allt geðveikt, en það er bara margir boltar. Og svo er það ekki nóg að því þá á mánudaginn þá er ég að fara að byrja í tökum á Ice Cast the Movie þar sem að ég mun vera 8 til 8 í, ég veit ekki hversu marga daga ég man ekki hvað er margir 20 dagar eða eitthvað. Ég er ekki kvarta en það er þú væri alveg til í smá break. Nei, alls ekki, þetta er bara svona, það er akkurat núna er rosalega mikið að gera og það er smá svona streituvaldandi svo er mann alltaf 2 barna faðir og með konu og sem þolið ekki og hund, sem elskar mig sem elskar þig. En bara ég er svona smá grillaður búin að sofa lítið og sem er held ég bara mjög skiljanlegt takk fyrir það og nei alveg þú ætti ekki að vera harður við sjálfa þig. Ég mæti einhvern nema skilning hér þú ætti ekki að vera harður við sjálfa þig ég veit svo erum við alltaf með podcastið það er önnur vinna það er það það er líka máli eins og að koma með einu sinni viku hljómar ekkert mikið og oft er það ekkert mál en svo stundum hittir það þannig á að það er smá mál, eða þú veist eins og núna, við erum að taka upp frekar seint klukkan er kortur yfir 9 sem hljóma kannski ekki mikið en fyrir mig er það mikið en þetta er bara geðveikt en þú veist, svo er þetta samt á sama tíma allt þetta sem við erum að gera er eitthvað sem að ógeðslega margir myndu vilja vera að gera ég er eitthvað, það er svo mikið að gera á mér ég er með tónleika í Laugardalshöll og er að fara að taka upp bíómynd með öllum vinum mínum en næstu öllum vinum mínum þetta er algjört hvað sagðirðu, með hverjum í næstu öllum vinum mínum, sagði með mörgum af mínum helstu kunningjum öllum vinum mínum við erum í boði Dominos og við erum búið Happy Hydrate ég double whammy hef líka á svona dögum þar sem maður er þreyttur og svona finnst mér gott að geta fengið sér Happy Hydrate Happy Hydrate síðan þú sagðir þetta þá er ég að vinna með 2 kreatína blöndu finnst þér ekki breyta öllu? Jú, mér finnst það gera það já, ég klikkaði í morgun ég ætla að gera í fyrramálið það því að ég fæ örugglega lítið svefn í kvöld í nótt, en það sem er líka ég ætlaði náttúrulega að taka keto fram að tónleikum það gekk ekki þú varst eitthvað
Ég man daginn að þá varstu, ég held að vera þessist þá varstu eitthvað, nei, ég að fasta. En svo, þættur eftir það, þá laumaður þér í saltpillu. Já, ég laumaði mér í saltpillu, ég gerði það. ég skal bara standa með því og falla með því. Nei, ég ætlaði ekki að borða neinn kolvetni, djöfull, ég bara, búin að borða ekkert nema kolvetni. Ég búin að borða ekkert nema kolvetni, sko, bara eitthvað fuck it. Já, ok, en það er samt það er líka, það líka hjálpar þér, skil. Þú getur ekki líka verið. Nei, ég veit það, ég hugsaði það mitt bara, heyrðu. Ég er svo mikið svona djöfullin öxlir sem er rétt að allt gaur, bara kolvetni eru geggjuð. Fáðu saltpillur, maður. Fáðu saltpillur, bro. Hvað er þetta þér? Hvað er þú búin að gera í vikunni? Ég er bara búin að vera að vinna ógeðslega mikið, sko, og ég man svo illa, maður. Mér finnst allt bara að fara rúli í eitt, sko. Það er svo fyndið að því að, sko, þú ert í alvöru vinnu. Já. En ég er búin að vera mjög stressaður, sko. Það búið svo mikið eitthvað að gera og ég er búin að vinna mikið og svo erum við búin að vera eitthvað að vinna heima. Já. Þú ert náttúrulega eitthvað fyrirtæki og ert með mannafórða á eitthvað. Já. Þessi streita sem ég er að tala okay, bara svo brjálega að gera þetta. En samt heyrði ég í þér í hádeginu í gær, blessaður, viltu koma á apóteki? Já. Það er ekki meira að gera það. Já. Þú bara, nei, ég get ekki. Ég get ekki, já. Það er þannig, sko, en samt bara. Svo á sama tíma er ég bara á ég fyrirtæki og er bara sáttur með það. Já, bara strókstætt, allt saman. Allt bara strókstætt. Þetta er bara orðið smá þakkaldisvotn. Já, við erum svona þreyttir og meiri hérna. Ég var að spá hvort ég ætti, brjóta sig upp í þetta og fara bara í lagaliðin. Ok, til ég. Lagalegi liðurinn í búði Happy Hydrate. Já. Nei, ekki í búði Happy Hydrate. Nei. Í búði Englins. Búði mín. Ok, og þetta er sérst fyrir það sem hefur ekki heyrt þá bjó ég til þetta konsept. Já, gjössana frá grunni. Ég þýði yfir lag. Self-made. Ég þýði yfir lag og átni á að giska hvað er. Endilega giski með mér, hlustundu góður. Hérna er lag 1. Ég er búinn að fá nóg að því að standa í röð fyrir klúbba sem ég kemst aldrei inn á. Þetta er eins og endin á 9. leiklutanum og ég mun aldrei vinna. What? Þetta líf hefur ekki alveg orðið eins og ég vildi að það yrði. Ég vil glænýtt hús í þætti af Krips og baðherbergi þar sem ég get spila hafnabolta. Og risastórt baðkar, nógu stórt fyrir 10 manns pluss mig. Hvað er þetta? Ég er ekki kveikið neitt, sko. Ekki neitt. Ég þarf kreditkort án útgjalda takmarkana og stóra svarta engaþotu með svefnherbergi í. Ég ætla að ganga í Mile High Club í 37.000 feta hæð. Inn í Svega. Búin að því. Ég vil nýjan tónleikaferðabíl fullan af gömlum gíturum. Mína eigin stjörnu á Hollywood Boulevard. Einhvers staðar milli Cher og James Dean. Er þetta Billionaire með Bruno Mars? Nei. Ok. Þú kannast ekki við það. Ekki neitt, sko. Ég ætla að skipta þessi lífi út fyrir auð og frægð. Ég myndi meira að segja að klippa hárið og breyta nafninu mínu. Nú kemur viðlagið. Ok. Því við viljum öll verða stóra rockstjörnur og búa í húsum á hæðum og keyra 15 bíla. Stelpuna koma auðveldlega og dópið er ódýrt. Við verðum öll grönn og borðum ekki. Það er bara svona svo lag með þér. Og við munum hanga á flottustu börunum á VIP-sæði með kvikmyndastjörnum. All the gold diggers enda þar. Kannast ekkert við. Ég veit ekkert hvað lag þetta er, sko. Á ég að vita hvað lag þetta er? Ég held að myndi fatta þetta. Ég vil glænýtt hús í þætti af Crips. Brand new house on MTV Cribs. I want a brand new house on an episode of Cribs and a bathtub I can take. Ég veit ekkert hvað þetta er. Með hverju verður það? Þetta er Rockstar með Nickelback. Anskotin. Er það ekki? Kannast ekki við það? Nei, ég kannast ekkert við þetta. Er það ekki að djóka? Ég sver það. Vá, ég tók sko bara eitthvað svona. Ég kann bara look at this photograph. We all just wanna be big rockstars and living in town, driving 15 cars. Girls come easy and the girls come cheap. Er ég rugglaður? Þetta er ekki eitthvað lag sem ég fíla. Ég held bara að það er þetta lag sem allir þekkja. Endilega sendið inn á félagsmiðstöðuna Instagramið ef þið þekkið þetta lag eða þekkið það ekki. Já, ok, nei, sko ef þú þekkið þetta ekki. Þegar þú syngur svona þá svona kannast ég eins við það. En má ég spila smá úr í hana? Já, takk. Ég fór náttúrulega Nickelback tónleika í Budapest. Já, þetta er bara, er þetta ekki vinsælasta lagið þeirra? Nei, það er alltaf Photograph.
Okay, how remind me, þetta næst finnst alltaf lægina, ever. Það? Já. It's not like you, say sorry. 750 milljónir. Það 774 milljónir. Vá, ég bara út að skýta. Heyru, ok, ef þú kannast ekki við þetta, veit ég ekki alveg með nummer 2. Reynum. Það 5. vinsælasta lagi með Nickelback. Já, ok, tilbúin. Eins og ljósastöður í myrkri, þú lýsir upp veginn. Þú bjargar mér úr kviksindi, ég væri ekkert án þín. Syndaborgin yfirgefin án mín, það enginn sem andar þar. Snerting eins og kolkrabbi, þú sígur mig inn, eða sucking me in, það svo hljómar. Þú sígur mig, þú sígur mig, sucking me in. Þú sígur mig eins og kolkrabbi. Svo kemur, rendu fingrum þínum niður mjóbaki mitt, þú verður viltur í kvöld. Skál, 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 við drekkum í kvöld. What? Cheers, 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 we're drinking tonight. Ok. Er ég nálægt í það? Er það lagið Cheers með Nickelback? Þú ert eins og mandla. Þú ert eins og fucking mandla, hætt að tala um. Mandla sem rústar lífið mínu. What? Mandla, ertu viss? Já, almand. Almand? Er ég vakandi eða sofandi, er ég karl eða kona? Hvað það væla er þetta? Er þetta eitthvað með Marley Manson eða? Hvað er þetta? Það kemur viðleið. Ok, það er hérna. Rendu fingrinu niður mjóbaki mitt, þú verður viltur í kvöld. Skál, 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 við drekkum í kvöld. Þú ert mandla. Rústa lífið mínu. Er ég vakandi eða sofandi, er ég karl eða kona? Og svo kemur viðleið. Setti putta inn í raskandi á mér. Ég þinn. Mandla. Mandla. Almond. Hvað er þetta, Huginn Frár Guðlusson? Ég samti þetta heima á hann. Samtur þetta? Ég samti þetta. Oh my god, ég gæti ekki hann. Mandla. Mér var svo fyndið að þú ert eins og mandlan sem rústar lífið. Er ég vakandi að svo að er ég karl eða kona? Stupu utan í rassinum. Ég er þinn mandla. Shit, hvað ertu ruglaður? Shit. Okay. Já, ok, þannig þú gast þetta ekki. 0 for 2. Úff. Mandla. Ok, hérna. Þetta verður tekið í höllinni. Þetta verður tekið í höllinni. They believed in the cool darkness of dreams. The dreams worshipped them. Their fingers caressed... Það er svartur afgan. Dreka með betrúða og drauma, myrkið svað. Drauma, þetta er drómi ulja. Vá, já. Takk. Það er rétt. Það er að þú ert ekki með einhverja möndlur í bíraskatinu þegar þá næði sér frekar fljótt. Oh my god, shit. Ég ætlaði svo mikið. Ég náði að halda. Mér var líka snerting og svo kolkrabbi og síum inn í sviga. Ég vissi ekki hvernig því að sucking me in. Ég var bara svo, ok, hann mörgulega fatta þarna. Ekki við segja sucking me in. Oh, shit. Já, heyrðu. En allavega. Allavega. Á hérna, ég fengi nokkuð skilaboðum að væri gaman að fá hérna svona miðilsþátt. Já. Og sko annarkvæmt getur fengið miðil í þáttinn eða þá farið til miðils og það eru mjög margir sem taka upp þegar þú ferð til miðils. Já. En það væri skemmt einhver legit miðla. Já, og það væri mjög gaman að fá miðil í þáttinn. Já, það er geðveitt. Er einhver miðil að hlusta það? Eða, hann þarf ekki eins og að hlusta, hann getur ekki bara loka augunum og veit að við erum að tala um hann og... Já, og finnur það og heyrir í okkur og kemur í þáttinn. Já. En ég hugsaði hvort að miðil ég veit ekki, hvort það er kannski trist. Er þetta miðlinn? Þetta er örugglega miðil. Nei, ég var að hugsa ef þið trista sko okkur til að vera ekki að einhvern veginn put them on blast eða eitthvað. Já, einmitt.
Já, einmitt. En við erum ekki fara að gera okkur, og við erum mjög áhugasamir bara. Herðu, já, endilega sendið það okkur eða þú ert miðill eða þekkir eitthvað miðill og miðlunum til okkar. Ég er með hvort myndur frekar í búið Dominos. Ok, geðvikt. Dominos. Herðu, við erum komin með kóða, maður. Aha. Já, við þurfum eiginlega að græða það núna fyrir þennan þátt. En það verður komin kóði. Geðvikt. Má ég sjá, ég er sko að vinna í þessu með henni Katrínu. Má ég sjá, við erum komin með 40% kóða. Í alvöru? Já, 40%. Ég er að vinna í 70%. Hvað er 40% er samt geðvikt? Já, hvað er að hafa kóðan? Mandla 40. Nei, ekki félagsmiðstöðin 40. Félagsmiðstöðin 40 ára. Félagsmiðstöðin 40. Það er ekki best það. Það er félag 40. Félagsmiðstöðin. Félagsmiðstöðin. Félagsmiðstöðin 40. Ég ætla að senda það á hana hérna. Sko, já, ég er í stöðum samskipti við hana af því ég sko vil fá ég ætla bara að lesa ég ætla bara að lesa hérna, ég vona að þetta ekki trúnarupplýsingar. Þetta er samskipti mínu hérna, hann Katrínu okkar bestu konu á Dominos. Hún segir hæ, var að hlusta á nýjasta þáttinn á ég ekki gefa ykkur kóða fyrir næsta þátt af því við vorum ekki að tala við þurfum kóða. Ég sagði, jú, það væri geggjað, það væri hægt að hafa mjög mikinn afslátt af einhverju grillari vöru, til dæmis 70% afsláttur af ostagott eða eitthvað. Gott að vera með besta kóðan en af mjög specific vöru. Já. Ég er að reyna að fá það í gegn, að það bara, þú veist... Við erum bara með 70% afslátt bara af barbecue vangjum. Af bara premium ostabrjóstingum eða eitthvað. Það væri geðvikt. Já, er það ekki? Jú. Þá getum við montað okkur að vera, já, við erum með besta... 70% afslátt af Dominos. Við erum með mesta afsláttarkóðan. Kanski, en það var líka gott að vera bara, já, við erum með 90% afslátt af kóktersósu. Já. Já, það er þetta geðvikt. Það er 90% afsláttur af kóktersósu með kóðin félagsmiðstöðin 90. Dominos eru bara að borga með kóktersósunni þegar... Gildi bara ef þú sækir. Já. Já, þannig að það verður geggjað. Við erum komið með kóða, það er félagsmiðstöðin 40 og svo erum við að vinna í kóktersósu kóðanum. Já. En já, þessi hérna liður, þetta er Kortmundur frekar og hann er í búið Dominos. Dominios. Kortmundur frekar. Já. Svara alltaf í síman með hvað segir litli? Okay. Eða alltaf þegar einhver er ósámálaður þá svarar þú, já ok, viltu veðja? En þú veist, er það já, hvað segir litli? Ef það er stelpa, segir þú litli líka? Litla, já, það er bara litla. Þannig að segjum bara að það er verið að, leikskólinn er að hringja. Já, já, góðan daginn, er það huginn? Já, hvað segir litla? Það er óþægilegt. Eða, þú segir hérna, segjum sem svo bara að, að bara eitthvað, en býtu, var ekki Fiesta, var hún ekki alltaf á 290? Nei, hún er alltaf verið á 3100. Já, ok, viltu veðja? Svona hostel. Sko, ég hugsa, ég yrði bara að taka það. Já. Og vera bara aldrei ósammála Ég vera bara aldrei meðnir á skoðun. Ég myndi bara aldrei varpa neitt skoðun fram. Já. Ég get ekki verið bara að hringja Haukur að Lúkas er veikir. Bara, hvað segir það litla? Ógeðslega óþægileg. Já, bara einhver gæi í einhverju námu. Já. Blessaður þetta er Stjáni í saltnámunni. Já, hvað segir litli? Hvað segir litli? Ég gæti það ekki. Það væri satt hart. Það væri hart, jú. Hvað segir litli? Það tæki mig örgulega, þú veist, ég er örgulega gerður útlægur einhver ár, en ég þurfti bara, en á endan virði ég örgulega bara svona þekktur sem bara Hubbi litli. Já, Hubbi litli, já, það er gott. Hvað segir litli? Hvað segir litli? Já, þannig að þú myndir taka hitt frekar, nei, taka það frekar. Nei, taka hitt frekar. Hitt frekar og ég myndi bara aldrei varpa neinn skoðunum frá. Já, ok. Hvort myndir frekar sleikja plástur eða heita kaktus? Eða heita kaktus? Já, heitað það. Hvort myndir frekar sleikja plástur eða heita kaktus? Ég veit hvað sem heitir kaktus. Er hægt að heita kaktus? Já. Blessaður, kaktus, frár. Ég myndi heita kaktus. Frekar en sleikja plástur? Hvaða plástur er þetta? Þetta er bara plástur sem þú finnur á gödunni. En þú veist, en væri ég huginn kaktus? Eða væri ég... Nei, þú veit bara kaktus, frár.
Kaktusson. Þá myndi ég slikja plástur, það væri alltaf mikið rót að vera bara árið kaktusson. Það væri alltaf mikið vesen. Tónlistamæðurinn sem áður Gegnum þér nafninu Huginn. gegn nafninu Huginn hefur breytt nafninu sínu í Kaktus. Hér er nýja lagið hans Mandla. Ok, ég vissi ekki að vera hægt að heita Kaktus. Þetta er þá kannski svolítið mín. Ég ætlaði ekki að vera leiðilegur. Nei. En hérna ok, þá fyrir við bara Það var svo fyndi. En þú veist, ég hefði valið kaktus en ef ég mætti bæta því bara inn. Já. En ef ég yrði bara kaktus frá kaktusson það gengur ekkert. Ég sé bara allt í henni orðið kaktus frá kaktus. Það er ekki svo gott að breyta nafnir á pappa þeim líka. Sæll Huginn, ég var að skoða hérna póstinn að virðist vera að menn haldi að ég heiti líka Kaktus. Já, það er kíkt í þjóðskrá. Ég breyti því líka. Þú ert bara senior. Ég er Kaktus Junior. Kallaði Katti. Eða Tussi. Kallaði Tussi. Kaktus kallaði Tussi. Það er ekki eða við. Má ég sjá. Wow. Bara rísa rós núna á hana Katrínu hjá Dominos. Hún var að senda ég sendi henni núna á henni byrjum liðin félagsmyndin 40 spurningamarki. Hún sendi komið upprunamarki. Shit. Það var ekki að prófa það eftir. Jú, prófaði eftir þáttinn, pöntum okkur Dominos hingað. Ég gæti borðað ángríns. Ok. Þú myndir þá heita Kaktus. Hvort myndir frekar vera á Íslandi að grafa skurði eða fara með besta vininn til Las Vegas og UFC? Ég færi með besta vininn eða? Ok, þá er það on tape núna. Næst þegar ég stingu upp á einhverju ferð þá erum við farinir. Þá spila ég þetta. Er eitthvað sérstætt kart sem langar að frá? Nei, bara Hvað þarf maður að gera til að fá miða á White House? Eru miðar? Nei, það er ekki miðar. Ég held líka að, þú veist, ég myndi ekki vilja vera þar, sko. Er þetta ekki rosa skotmarka? Ég væri mjög hræddur, sko, en þetta er gauðir ef einhver myndi, ef þú getur verið bara, þú veist, bara svo, ef ég getur bara postað í story, bara ég er bara einn á svona... Í White House, já, það væri þetta galið. Gauðir, ef ég væri bara einn á bara 200 manns á kartinu. Hvenær er White House kartið? Í júní, má ég sjá, is UFC White House. Það er 14. júní. Ammálstæðanum með yngu. Is UFC White House tickets? Can you buy tickets? Geggjað, þú getur hort á White House kartið á ammálstæðinu sínum. Já. Mixed martial arts, Dana's confirmed rumors, bla 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 bla. Já, hérna sér how much will a UFC house tickets before some high roller guests will need to fork out $1.5 million for special access. They'll all be comp tickets. Hvað er það? Comp C-O-M-P tickets. UFC White House. Ég þarf að heyri í solu minni. Já, comp is a versatile term, complimentary, free. Betur, kannski, ég ætla að heyri í solu. En við erum myndi aldrei gerast en Heyrðu, hvað? Nei. Herri, já, hérna UFC card. Já, UFC cardið. Ég hérna White House card, ég er mjög spennt fyrir því. En við ætlum að fara aftur núna í halda áfram með liðin okkar. Já, til já. Og það er síðast spurningin, hvort myndir frekar sleppa rafmagni í mánuð eða sleppa rennandi vatni í 2 mánuði. Þú mátt ekki nota neitt rafmagn í mánuð eða þú mátt nota allt rafmagn en bara ekki rennandi vatn. En hvað meinar rennandi vatn? Bara mátt ekki nota vatnslagnir. Mætti einhver hella í bala fyrir mig? Já, en það má bara ekki koma úr vatnið. Ok. Fattur þau? Þannig að þú veist. Já, þannig ég gæti sótt í á. Já. Það er þetta rennandi vatn en ekki í vatnslögn. Já.
eða ekkert rafmagn. Ok, en hvernig virkar það heima hjá mér? Má bara, bara slögt á öllu og við þurfum bara að grilla eða? Já, ef þú ákveður að vera heima þér, svolítið eigingjarnt að láta alla vera með þér í þessu örgli. En hvort heldur þú að kona því myndi vilja missa því mánuð eða bara sleppa því að vera með rafmagn? Hún myndi frekar sleppa mér sko, heldur en rafmagni. Það kannski alveg góð punktur. Bara skemmist allir maturinn og já, hún getur ekki hvort á Lofæland. Þetta er alveg pæling. Þetta er smá erfitt. Já, takk. Af því að, þú veist. En hvað meina að sleppa, mætti ég búa til rafmagn með rennandi vatni ef ég vel, nei, hvernig virkar það? Mætti ég vera með bara eitthvað sem snýst sem býr til vatn? Nei, þú mátt ekki nota rafmagn. Ok, þannig að það er ekki bara innstungur og svona. Ok, en rafmagn, það er rafmagn í bíl, má ég nota hann? Nei. Ok, þá verði ég að sleppa rennandi vatni og hvað meinaru? Og fara bara í einhver á eða eitthvað. Já, einmitt. Eða bara hjóla. Hvernig er ég að sinna bara minni vinn? Þú þarf bara að fara í frí. Á hjóli, já, reyndar, það var kannski ekkert svo slemt. Fara bara til Thailands og vera rafmagnslaus. Það væri sem fyndi ykkur verið að byggja eitthvað svona í jarðveg eða eitthvað og ég kem alltaf bara hjólandi bara já, bara með hjólpur aftan á. Sorry, þetta var annað hvort þetta eða vansleysi. Já, hvað mynd þú? Já, er það ekki vansleysi? Ég myndi velja að vera rafmagnslaus og fara bara eitthvað. Já. Taka bara nökkvafjalla, bara nofap. bara nofap, bara fullt af rennandi vatni. Já, ég myndi ekki geta. Þú væri bara einhver baðlón í 2 mánuði. ég myndi sleppa rafmagni. Þú veist, þetta er alltaf að sleppa rafmagni í mánuð. Af því þú veist, það er styttra heldur en 2. Skilur þér? Já. Nei, þetta er erfitt. En ég held að ég myndi enda á því að vera rafmagnslaus. Já, ok. Og fara bara eitthvað. Bara skilja fjölskyldunni eftir einhvers staðar. Ekkert einhvers staðar, bara heima. Já. Já. Djúvill er þetta stórkostlegt líf. Þetta er yndislegt. Ég ætla að býta þess. Spyrja þess ChatGPT einu. Og ég bara, þú einn af þeim sem nota gervigrind? Vistu hvað það tekur mikið af vatni? Ég veit það, ég fekk að heyra það. Þetta er svo fokkin óþroskaður sko. Hvað ertu að skoða? Ég er bara að skoða hvort að hann nota rafmagn við að hita vatn. Hvort að sé nota rafmagn við að fá heitt vatn. Já. Sko, jarðhiti sem er algengast, þá er vatni hita með náttúrulegri jarðvarma orku og þá er lítið rafmagn. Já. En það er eitthvað rafmagn sem væntanlega blandar þessu eitthvað saman. Shit, hvað er það? Þannig að mögulega valdið þú vitlaust þarna sko. Ég verð að fá mér í vöruna. Já. Ég er ekki með, ég ætla að kíkja fram. Ok. The king is back. The king of my life is back. The king of Malaysia. King of Malaysia. Heyrðu, getur þú sagt mér eitthvað þennan handavírus? Já. Þú ert svo nájaður. Já. En ég veit ekkert þetta, ég veit bara að þetta var eitthvað skip. Þetta er byrjunin á endinum. Það? Já. Æ. Velkomin í nýjasta liðin, samsæriskenningar. Það er vírus borð í skipi. Já. Skemmtifæraskipið. Ég heyrði eitthvað í blökastinu að þetta var eitthvað á einhvern rottukúk og eitthvað. Það smitast upprunalega þannig. En það voru engin nagdýr borð. Áhugavert. Samsæriskenningar. Og er það eitthvað gaurarna nagdýr? Bara eitthvað fokkið rotta sem svíku vini sína. Nei, og svo sá ég að eitthvað, þú er eitthvað 6 til 8 vikur að þú fáir. Já, slaka þú bara á, ég skal lesa fyrir þig. Ég er búin að fara í gegnum þetta, kallið minn. Já, þessi handavírus borð í skemmtifæraskipi. Þetta í fyrsta lagi, þá er þetta eins og söguþráðurinn
í einhver svona 90s Nicolas Cage mynd. There's a virus on board the ship. Bara getur hver ekki farið og eitthvað. En ok, má ég segja ég nefnilega talaði við ekki ChatGPT daginn. Hvernig það? Þú veist að hann notar ógeðslega mikið vatn. Já, ég myndi aldrei nota ChatGPT. Ég notaði Claude. Hlaut. Ok, sko ég spurði bara hvernig smitast handavírusin. Handavírusin smitast með andadrætti, eða að anda inn loft í loftinu bara. Já. Beint frá rottukúk, eða þú snertir rottukúkin og snertir svo augun á þær eða nef og munn, eða þá ert bitinn af nagdýri. Gauir, allt þetta, þú værir fyrstur til að fá þetta. Bítu, og svo það sko, ok, þannig að þú þarft að anda að þér rottukúk eða snerta rottukúk og bóra svo í nefið eða eitthvað. Þannig að það er svona frekar litla líkur að maður myndi fá þetta. Svo það sem sagt manneskja við mannesku. Og það stendur, þetta nú yfirleitt ekki áhyggjuefni fyrir Norður Ameríku, hvað segir maður, strain, hvað segir maður? Já, bara svona tegundin. Afbrigði, já. Þetta afbrigði, það er the North American afbrigði. Hins vegar annað afbrigði sem hefur fundist í Suður Ameríku sem kallað Andes. Það eina í rauninni undantekningin sem að getur smitast frá manni til manns. Er það ekki eitthvað svona indjána? Ég spurði bara, hvaða afbrigði á skipinu? Hún sagði, hvaða skip ertu að tala um? Ég sagði bara, googla það. Hún gerði það. Já, hvaða skip borð á MV Hondius, mennur? Já. Takk fyrir að spyrja. Það Andes. Suður Ameríku afbrigðið sem að smitast frá manni til manns, já. Og þetta ekki eitthvað 10%? Skipið átti að sigla hingað en var neitað. Ísland? Já. Skilst mér, sko, takk í fyrsta lagi. Hlustendur góður. Takk í öllu sem ég segi með miklum fyrirvara. Af því að ég oft sé bara eitthvað komment á YouTube og ég bara go with it. Þannig að ég ætla bara að byrja því að segja að ég veit ekki neitt. En ég telli mig að vita þetta. Ég sérlega ekki dýræðinni keypti það. En það sérst Andes handavírusin sem borð á þessu skipi, Hondius skipið þarna. Ok, og hinga til þegar ég var að tala við hann, þá var það sérst 4. maí, þá sérst 7 tilfelli af smitun. Það sérst 2 sem staðfest af rannsóknarstofu og 5 sem grunað. Ok. 3 dánir, huginn. Já. Það alveg háprósenta sem það. Það helviti háprósenta. Ok, og hvað gera yfirvöld? Þarna skipið einhvers staðar út í Ballarhafi. Já. Þegar við sendum þetta til Tenerife. Já. Sem bara himnaríki á jörðu. Nei, ég meina, þú veist, það bara ef ég var að spila Outbreak vírus tölvuleikinn. Já. Hvernig ætla ég að spretta einhverjum vírus? Já. Ég fucking setja hann á tenni. Og hann fer alltaf bara allan heim þá. Já. Þannig að þetta samsæðiskenningar. Velkomin samsæðiskenningar. Það verður hann að fucking drepa okkur hinn. En ert þú varst hræddur við COVID? Já. Tímabili allavega. Já. Ert þú hræddur við þetta? Sko, ég er ekki hræddur við neitt. Trúar menn hugrækir og þeir trösta Guði. Algjörlega. En nei, sko, mér finnst ég sko, hvað ég segja, mér finnst óþægilegt hvað þetta meikar lítinn sens að, þú veist, hver að taka þessar ákvarðanir að senda skipið til Tenni. Hvaða ákvarðanir verða teknar í framhaldinu af því? Það er 100% ef þetta smitast eitthvað Tenni á myndi koma til Íslands. Já, 100%. Ég að segja, þú veist, af hverju? Þú veist, þetta svo ótrúlega, ég bara skil ekki, það hlýtur að vera einhver önnur ástæða fyrir því. Það hlýtur að vera eitthvað planað það. Eitthvað samsæri að spretta þessu. Pældi
þetta kemur til landsins og þetta eitthvað 6-10 vikur að fá og maður þarf að fara 10 vikna sótkví. Já, og svo bara samkomutakmarkanir aftur, skilur. Já. En ég svona reyna að hugsa ekki það. Já. En já, ég veit það ekki. Þú veist, það náttúrulega, ég ekkert endilega hrættur að fá þetta á deyja, en ég ekki hrættur, en ég svona... Nei, það hrættur? Já, næstu, ég svona, spyr sjálf mig, ok, hver að græða á þessu? Já. Hver græðir á því að það fari allt í lockdown og okkar? Já. Líka, þú ert alltaf feiktandi í einhverjum svona dýrakúk, sko. Þú ert svo ógeðslega líklegur að fá þetta. Bara beint frá bíli, sko. Frá bíli, sko, það er að feikta í einhverjum kúk, einhvers þar. Hvað finnst þér þetta? Ég bara veit ekki nóg, sko, en ég náttúrulega svona voða... Þú veist, kammo. Ég voða rólegur með allt svona, sko, þú veist. Og eins og með COVID og svona, mér var eiginlega alls sama, eða þú veist. En svo samt sem áður, þú veist, verðist þetta alveg vera smá hellað. Mér finnst alveg smá hellað að líða svo langur tími þá þú veitir hvort þetta með það. Þetta bara flott, maður. Þetta bara skemmtilegt í bíó það. Ég fór að sjá Jackson. Já, heyrðu, mér fannst þess að hún var búin að vera í bíó í smá tíma, eða ekki? Jú, ekki. En af hverju allt í einu ógeðslega mikið af Jackson lögum í dag á top 50, sagði ég? Örugglega bara að því að fólk að endur uppgöta Jackson. Já. Já, var hún góð? Já, mér fannst hún skemmtileg, sko. Frændans að leika? Jafar Jackson. Hvernig var, og hvað fannst þér þetta að vera, fannst þér eins og ég hef talað maður, eins og bara til dæmis Bob Marley myndin? Nei, fannst þér farið nóg í allt eða fannst þér þetta að vera svolítið svona hlupið yfir? Það var alveg smá hlupið yfir, en það líka, þú veist, það kom í endan, skilur, basically framhald í næstu mynd, þú veist, það kemur önnur mynd. En ég hugsa bara að það væri bara hægt að gera eina seríu bara þegar hann er krakki. Já, 100%. Það væri hægt að gera bara 5 Og ætlaði að koma eitthvað í mynd númer 2 krakka? Já, það er náttúrulega 8 að vera í þessari mynd, það var klift út. Það? Já. Hvað var það? Það var eitthvað tala, það var tekið upp eitthvað rétturöld og eitthvað þannig dót sem átti að vera í myndinni, en svo var, skiluru, sem sagt, það er svona settled out of court, þá komist það samkomulagi utan réttarhalda, að Michael Jackson borgaði einhverjum krakka, einhverjum fullt af milljónum og málið var niður falla, en svo var komið ljós að þeir gerðu svona samning og þá var inn í samningnum frá krakkamegin að það megi aldrei gera visual reenactment, þess að það má ekki gera leikna þætti eða myndir þetta. Okay. Þannig að það var allt klift út og þess vegna lifa tónlistaratriðin svona lengi í myndinni, þú veist, þegar það er svona einhver svona sem að ég reynda bara fílaði, það var bara næsa bara, þú veist, við vorum bara í lúksusal og bara hækkaði í botn og Jackson að taka thriller og eitthvað, bara stemming. En já, ég veit ekki hvernig þeir muni fara fram í þessu, en já, svo er það annað mál. Já. Með það allt, sko. Hefurðu séð heimildamyndina sem var gerð þessa hlið Jackson? Nei, ég byrjaði ekkert í mann á því, en ég held ég að ekki náttúrulega klára. Ég hef ekki séð það, sko. Nei. Ég byrjaði til að dark. Já. Ég byrjaði líka á R. Kelly þáttunum. Ég horfði á R. Kelly þáttunum, það er einn helvítis viðbjóður með þér. En sko, ok, ég hef ekki séð Michael Jackson þættina. Ég var að glíma á að gera þetta. Já, ég veit ekki hvað mér finnst það. Ég veit ekki hvort hann hafi verið saklaus eða sigur. En ef við tökum samsverðiskenningana. Já. Hér er samsverðiskenning. Ég ætla ekki að segja, þú veist, ég er ekki sammála eða ósammála. En það er samsverðiskenning. Því að Michael Jackson hann átti ógeðslega mikið af publishing og masterum, alveg bara ótrúlega mikið. Hann keypti Beatlana, ég held hann hafi keypt líka M&M, hann keypti bara sko risa katalóga og hann var orðinn óheyrilega ríkur og svo dó hann, overdosaði, og hann var sko í stríði við Sony Music og bara svona alveg mjög public stríði, bara eins og Drake núna við UMG, sko. Og þú veist, hann var bara fyrir utan bara skrifstofunar 2002 eða eitthvað, bara með skilti, bara Sony, bara bla bla bla, þú veist, hann var bara heavy á mótið þeim
og hann átti hellingamasturum og svo dó hann og núna á Sony allt draslið. Aha. Já. Shit, hvað það var fyndið þegar að hvenær komu heimildamyndar þættirnir út? Skal tjekka því. Var það 2019? Það getur verið. 2018 eða 2019. Því ég man sko, við vorum að spila einhvern tímann í Köpen. Já. Og já, alveg rétt. Þá var þetta hvernig þetta? Er þetta ekki 2019 eða eitthvað? Já, halda árum að tala. Okay. Já, allavega, við vorum bókaðar að spila í Köpen og fórum, ég og Huginn vorum báðir sænaðir með útgáfusamning við 2019, Leaving Neverland. Já, við vorum báðir sænaðir hjá Sony Music Denmark 2019. Já. Vorum með útgáfusamning þar og eða svona dreifingarsamning og við fyrir út að spila og okkur boðið að koma á fund af því að við vorum, í samstarfi með Sony Music Denmark. Þannig að svona kíkja bara í kaffi, skilur, fyrst við vorum í Köpen. To the headquarters. Já, og við fyrir, varst þú með í þessu? Nei, ég fór ekki. Nei, þú fórst ekki á alveg, ég fór á það með þáverandi umbúðsmannunum okkar og við löpum við bara, já, bara, hey, hello guys, welcome to Denmark, how do you like it, okay, we're going to this meeting room over here, förum inn í eitthvað svona og það alls konar eitthvað svona fundarherbyggi og förum inn í eitthvað fundarherbyggi og þetta bara eitthvað viku eftir að þessi þættir koma út og við förum inn í fundarherbyggi sem bara The Jackson Room og það bara risastóra myndir af Michael Jackson. Það var ekkert eðlilega skrítið stemming. Já, bara svona alveg ekki rétti tíminn til að velja þetta. Nei, það var ógeðislega gott So, you guys like Michael Jackson? Já. Veist þú eitthvað góða samsæðiskenningar eða? Eða ert ekkert mikið inn í þessu? Þú ert samt algjör svona hólukall. Já, ég það en ég bara man svo illa. Þess vegna finnst mér að þú segir ég svona alveg rétt, skilur. 9/11 eitthvað. Ég veit sem ekki nóg það heldur. Nei. En þú? Nei, við þurfum að taka eitthvað gott deep dive. Já, ég mjög til að. Ég þarf bara að kynna mér það og koma bara með nokkrar nýjar og ferskar. Ég veit náttúrulega þetta með Marilyn Manson og rifbeinin. Já, eins og fræktir orðið. Já, eins og allir vita. En við þurfum að fara að kalla þetta gott í dag. Ég held að. Stuttur lag og þáttur vegna annar miklar viku. Já, ég ætla að reyna að taka eitthvað upp á tónleikunum. Já, þú verður eiginlega að gera það. Já. Þú verður svolítið að vera bara með mækana á lofti þar. Já, ég spá að vera mögulega með, ég náða að plata Pétur eitthvað til að vera að taka upp með mér eða eitthvað. Eða einhvern með mér. Vera bara eitthvað að tjekka á liðinu og Kristmundur líka pottið til að vera. Já, Kristmundur gefa bara upp aukaþátt. Aukaþáttur, bara beint og já, það er kannski fínt að taka það fram að tónleikarnir eru ekki teknir upp eins og æskæðstónleikarnir. Þeir eru ekki live í streymi, þannig að þetta er í rauninni og það er ekki ljósmyndari einu sinni frá neinum af stóru fjölmiðlunum. Þannig að þetta er exclusive content from behind the scenes. Auka, já, ég ætla að gera það. Aukaþáttur, ég fíla það. Herru, hann kemur bara vonandi helgina. Já. Eða á mánudaginn eða eitthvað. En þangað til, þá þökkum við kærlega Dominos, við þökkum Happy Hydrate og við þökkum ykkur fyrir að hlusta og horfa. Við elskum ykkur. Við elskum ykkur og sofið rótt í alla nótt. Góða nótt.